Góðan daginn, ég heiti Inga Jóna Jónsdóttir og dósent í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og nú með umsjón í meistaranáminu í mannauðsstjórnun. Ég ætla að byrja á því að tala örstutt hvers vegna námið á mannauðsstjórnunarlínunni mikilvægt. Það alveg óumdeilt bæði í fræðunum og út í atvinnulífinu að mannauðurinn sú auðlind sem skiptir sköpum fyrir framkvæmd stefnu hjá fyrirtækjum og stofnunum að ná árangursmarkmiðum, að veita góða þjónustu og svo framvegis. Upplifun starfsfólksins af góðum vinnustað, góðri stjórnun, stuðningi og tækifærum gríðarlega mikilvæg sem aldrei fyrr í dag. Og til þess að stuðla að þessu þekking, verkkunnátta og færni þeirra sem í stjórnunarstarfi og einkum og sér í lagi sérfræðingar mannauðsmála afar mikilvæg. Nám á mannauðsstjórnunarlínunni styður við þetta allt saman. Ég ætla hér að kynna námið. Viðfangsefni námsins á mannauðsstjórnunarlínunni auðvitað fræðilegar kenningar og viðmið í stjórnun starfsmannamála og á því áherslan en ekki síður á tengingu við hagnýtar áherslur og verkefni í atvinnulífinu. Við gerum þetta í öllum skyldu eða aðalnámskeiðum línunar. Þau má segja séu 10 af 12 námskeiðum, skylda 10 námskeið. Hér listi yfir svona lykilnámskeiðin 7, það auk þess vinnu, sálfræði, breytingarstjórnun og þessi námskeið sem hér nefnd. Inntökuskilyrðin í námið eins og í meistaranámi annarra lína, forkröfurnar BS og BA gráða úr háskóla með fyrstu einkunn sem 7,25. Nemendahópurinn á mannauðsstjórnunarlínunni með mjög fjölbreyttan bakgrunn. Við gerum ekki kröfur að þetta sé BS gráða í viðskiptafræði eða BS BA í hagfræði. Það fólk sem kemur með BA gráðu úr uppeldis- og menntunarfræðunum, kemur með grunnnám í náms- og starfsráðgjöf, sálfræði, mannfræði, lögfræði, hjúkrunarfræði, bara alls konar. Og það sem ekki síst mikils virði að nemendahópurinn oft með mjög fjölbreytta og mikilvæga reynslu úr atvinnulífinu sem gaman að tengja við. Nemendur sem ekki hafa í grunnnáminu sínu viðskipta eða hagfræði þurfa að ljúka undirbúningsnámskeiði sem heitir inngangur að rekstri. Samhliða í rauninni 2 fyrstu námskeiðunum í lotu 1 helst. Það þó ekki skylda, við mælum eindregið með því. Þetta inntöku eða undirbúningsnámskeið til þess að styrkja nemendurna og gefa þeim hagnýta innsýn í grunnatriði, svona lykilgreina rekstrar, svo sem rekstrar hagfræði, reiknishalds, þjóðhagfræði, fjármála og upplýsingatækni, svo eitthvað sem nefnt. Þetta 7 efnisþættir og námskeiðið keyrt þannig eða kennt þannig að kennari lætur inn efni eins námsþáttar í hverri viku sem nemendur geta kynnt sér. Á laugardögum síðan tími í fjarnámi eða á vefnum og í lok hvers tíma og efnisþáttar stutt próf á vefnum, hálftíma cirka bát og nemendur þurfa að ná 5 að lágmarki 5 sinnum af 6 skiptum til þess að ljúka þessum þætti og þar með hafa þeir öðlast innsýn í mjög hagnýta hluti í viðskiptarekstrarfræðunum. Þetta teljum við mikilvægt fyrir þá sem ekki hafa viðskiptafræði í grunninn. En nánari upplýsingar inntökuskilyrðin geta nemendur og getið þið fundið bæði í kennsluskrá Háskóla Íslands eða farið inn á félagsvísindasvið viðskiptafræðideild og þar í framhaldsnámið mannauðsstjórnun og bara beint inn á vefinn okkar. Ég ætla
Örlítið meira meistaranám í mannauðsstjórnun. Námið 120 einingar, fullt nám og tekur 2 ár ef menn eru í fullu námi. Námskeiðin eru 90 einingar af þessum 120 og lokaverkefni rannsóknarritgerð 30 einingar. Hvert námskeið 7,5 einingar. Eins og erum við með 8 skyldunámskeið og það listin hérna framan pluss 1 eða 2 viðbót. Inn í þessu eru bundið val svo kallað, þar að segja að menn velja 2 sinnum á milli, til dæmis aðferðafræði námskeiðana, eigindlegar aðferðir eða tölfræði. Annað verða menn að taka við mælum gjarnan og mikið með því að menn taki hvoru tveggja. Velja á milli starfsstjórnandans og breytingastjórnunar en við mælum aftur með að menn taki bæði námskeiðin því við höfum sérstaklega sett þau upp sem mjög mikilvæg og gagnleg í mannauðsstjórnunarnáminu. En við bjóðum eins og upp á 4 valnámskeið af þessu 12 og það langur list í boði af öllum meistaranámslínum viðskiptafræði deildar og þar mörg frábær námskeið sem að margir hafa áhuga á að taka. Við kennum í lotum. Lota 1 og 2 á haustmisseri, lota 3 og 4 á vormisseri. Og svo endurtekur þetta sig ár 2. Seinna árið þá gert ráð fyrir að nemendur ljúki námskeiða pakkanum, gjarnan þá séu menn að velja námskeiðin af vallistanum og vinni að meistararitgerðinni sinni. Lokaverkefni meistararitgerðin eins og segi 30 einingar og þar dýpka nemendur þekkingu sína á völdu viðfangsefni starfsstjórnandans og mannauðsstjórnunar. Þeir dýpka sig og öðlast færni í fræðilegum vinnubrögðum, faglegum vinnubrögðum, heimildagreiningu, afla gagna, túlka og greina gögnin og túlka og skrifa þau, skrifa skýrslur og nemendur hefja vinnu, þeir sækja að hefja vinnu í ritgerðinni hjá deildin okkar eða félagsvísindasviði nemendaþjónustunni og þá velja þessi leiðbeinanda. Nemendur eru ansi frjálsir í því, þeir hafa kynnst fjölda kennara á leiðinni í námskeiðunum, geta byrjað á því að hafa samband við kennaran og rætt hvort að þeir eigi þar séðs flötur og samstarfi og yfirleitt það nú þannig. Og leiðbeinandinn hann hefur ríkum skyldum að gegna þarna, hann aðstoðar nemandan við að afmarka vel rannsóknina sína og tengja við aðferðafræði sem valin og leiðbeinir í heimildagreiningunni og leitinni og vinnu með nemandanum þarna í að styðja hann, veitir uppbyggilega og gagnrýni og endurgjöf allt ferlið. Þannig að þetta samstarf mjög mikilvægt. Það eru mjög fjölbreyttar leiðir til að nýta þetta nám gríðarlega og sem aldrei fyrr í dag. Auðvitað í starf mannauðsstjórans, í starfsþróunar og fræðslustjórans. Einkum og sér í lagi eru stærri fyrirtæki og stofnanir með þessar stöður. Mannauðsdeildir hafa oft mannauðsráðgjafa með mannauðsstjórum, fyrirtæki velja fólk með mannauðsstjórnunarmenntun inn til þess að vinna við ráðningar, gæðastjórar fyrirtækja og ekki síst millistjórnendur sem eru í raun allir stjórnendur í fyrirtækjum og stofnunum sem heyra undir æðsta stjórnandan, toppin. Þeir eru hinir eiginlegu stjórnendur starfsmannamála frá degi til dags og þeir taka á mjög mörgum verkefnum starfsmannamála og þessi menntun reynist gríðarlega gagnleg fyrir stjórnendur. Verkefnisstjórar eru líka framlínu stjórnendur sem eru að sinna starfsmönnum og ýmsum starfsmannamálum og þetta gagnast þeim gríðarlega vel. Ég ætla að enda þessa kynningu bara á nýlegri umsögn nemanda úr einu námskeiðan okkar. Hún bara alveg splunkun í og okkur þykir óskaplega vænt kennurum. Þegar við heyrum að nemendum finnst námið gagnlegt, hafa nýst sér og tengja vel við verkefnin og eru ánægðir með gesti sem við fáum til þess að tengja fræðin við viðfangsefni atvinnulífsins. Og þessi umsögn ber þess merki.
Þá ætlum ég að láta þessu lokið og þakka ykkur kærlega fyrir. Ég vil bara benda ykkur á að nýta ykkur þjónustu okkar, vefsíða viðskiptafræðideildar, nemendaþjónusta félagsvísindasviðs sem nemendum og væntanlegum umsækjendum innanhandar með upplýsingar. Netfangið birt hérna, símanúmerið hérna. Staðsetningin alltaf og á að vera í Gimli fyrstu hæðinni en vegna vatnsskaðans því miður hafa húsnæðismálin verið í ólestri hvað þetta varðar og nemendaþjónustan annars staðar í augnablikinu en verður í framtíðinni aftur vonandi mjög fljótlega staðsett í Gimli. Svo vil ég bara hvetja ykkur sem áhuga hafið á að sækja námið fyrir 15. apríl. Takk.